Hæ, ég heiti Magnea og kalla mig líka Prjónea á Instagram og hérna á YouTube. Þetta er fyrsta YouTube-vídeóið mitt, þannig að ég er að læra. En ég ætla að sýna ykkur hvernig við búum til sokkapar úr svona sokkasnák sem ég fekk hjá Vatnsnes Yarn, sem er íslenskt handlitunar fyrirtæki sem Kristín á. Og þetta er sérst litur frá þeim. Og úr þessum sokkasnák og þessum aukalit verða svona sokkar. Og úr einum snák er hægt að gera 2 sokkapör. En ég ætla að sýna ykkur hvernig ég ger þetta og vonandi getið þið líka búið til sokka úr sokkasnák. Hér erum við með dæmi sokka sem eru tilbúnir og eru hálfum sokkasnák. Það er búið að prjóna stroff í öðrum lit og hæl og síðan er það táin sem er prjónað til viðbótar við það sem er prjónað af í þessu tilfelli sokkaprjónavél. Hér er ég síðan með sokkasnák frá Vatnsnes Yarn sem er bæði garnið frá Vatnsnes Yarn og sokkurinn er prjónaður hjá þeim líka í sokkaprjónavélinni þeirra. Síðan erum við líka með garn í öðrum lit til þess að prjóna hælstroff og tá og hann er líka frá Vatnsnes og er þessi blái sem passar svo fallega við hinn litin. Það getur verið mjög fallegt að vera með svona kontrastlit eða lit í öðrum. Þetta er sem sokkasnákur sem ég prjóna sjálf úr afgangsgarni og þannig að prjóna ég bara hring eftir hring og þetta verða svo sokkar á endanum. Þetta er síðan það sem er gott að hafa við höndina þegar á að búa til sokka úr sokkasnáki, garn, skæri, nál, prjónamerki og síðan eru hérna 2 hringprjónar. Það er hægt að nota sokkaprjóna líka, ég nota 2 hringprjóna og mér finnst mikilvægt að sé svolítið góður oddur á þeim. Þetta er Chiago, Hæja og Addi Sharp. Þannig að ég mæli með að nota bara prjóna sem þið eru vön að nota en það er rosa gott að hafa beittan. Við skiptum snáknum í tvennt því ég vil gera 2 pör á sokkum úr einum snák og þá eru þarna akkurat miðjan og ég merki hann með því að stinga svona nálinni í. Svo þegar er búið að skipta í tvennt þá er það að taka hann í sundur og það gerum við með því að ná okkur í prjón og við setjum prjónin í og tökum upp hverja einustu lykkju og það gerum við með því að fara alltaf í hægri legg lykkjunar og vinnum okkur þannig yfir, þetta er bara svona sirka í röðinni sem fyrir ofan þar sem við skiptum í miðju og tökum upp 1 og 1. Ég mæli með að það er hægt að hægja á vídeóinu í stillingunum hérna á YouTube en þetta er rauninni sést vel hérna að hvernig við förum í undir annan legginn á hverri lykkju fyrir sig. Hérna er ég komin út enda, búin að taka upp helmingin af lykkjunum. Þá sný ég sokkasnáknu við. Þetta er ég prjónin í gegn þar sem ég er að nota Magic Loop aðferðina. Annars nærðu þér bara í annan sokkaprjón eða þú ert að nota sokkaprjóna og tekur áfram upp annan legginn. Alltaf sama, ég tek bara alltaf hægri. Það er bara hægri reglan í þessu fyrir mér og tekur upp hvern einasta. Hérna hraðspólum við þetta aðeins til þess að sjá hvernig við klárum að fara allan hringinn. Þangað til að við verum búin að ná upp öllum lykkjunum sem eru á sokknum. Í þessum eru 64. Hérna er þá komið allar lykkjur á prjón í miðjunni á sokkasnáknum og sjáum hérna allar lykkjur komnar. Þá finnst að draga prjónan úr og gemma bara snúrun í og ná sér í næsta prjón. Þegar við gerum aftur alveg eins en við skiljum eftir eina umferð af lykkjum sem við náum ekki, förum aftur í, þannig það er prjón, tóm, umferð og svo setjum við tökum upp lykkjurnar í næsta fyrir neðan. Þannig það er ein heil umferð
á milli þar sem við erum að taka upp lykkjurnar. Aftur tökum við alltaf bara saman í hægri, þá vitum við erum að fara í alla lykkjurnar. Þannig það verða ekkert lykkjufall við þessu ævintýri okkar og þræðum í gegn alltaf eins. Þannig að ein heil röð sé á milli hjá okkur. Þá eru komnir 2 prjónar í verkefnið og þeir eru rauninni bara í þess að halda lykkjunum eins og staðan núna. Það sem við gerum núna er að ég tek svona nál, finn svona bara sirka miðjuna, sný upp á, þannig fá aðeins meiri slaka, klippi bandið og rek upp umferðina á milli prjónana. Ég geri bara lykkju fyrir lykkju, þannig að þetta verður engin flækja. Þetta svona hraðspólað og fínt hjá mér. Þannig að það fer bara ein lykkja í einu og mér finnst mjög gott að skilja spottana eftir á endanum. Það eru auðveldara að ganga frá þeim. Þannig að hérna fer ég svo hinn áttina. Ein lykkja í einu og rek upp. Þarna erum við búin að klippa, en það er alltaf að klippa. Þegar við erum búin að grípa allar lykkjurnar á hinum og aftur bara held áfram að pikka tilbaka, lykkju fyrir lykkju. Þá erum við komin hérna bara á síðustu lykkjurnar og spottur eru svolítið langur, þannig ég mæli með bara að fara svolítið varlega í verkið. Draga út spottan, síðan spottar sem við göngum bara frá þegar allur annar prjónaskapur er búinn og svo endum við á því að draga þetta svona í sundur. Þá erum við búin að skipta sokkasnáknum í tvennt og þá er upplagt að nota, það er hægt að nota sokkahauð, það er hægt að gera líka eyrnabönd og annað úr þessu, en þarna eru komnir 2 alveg jafn langir sokkasnákar með prjónum og lykkjurnar liggja bara vel á prjónunum. Síðan ef ekki á að nota strax snákinn, þá er hægt að setja lykkjusnúrur og geyma hann þannig á. Jæja, þá er komið að því að prjóna fyrsta hlutan og þar sem prjónarnir eru komnir í hérna á endanum, þá byrjum við bara á því að prjóna stroff. Hérna tek ég hitt garnið og legg bara í að prjóna eina umferð slétt. Mér finnst langfallegast þegar við erum ekki að nota sama garn í legginn á sokknum eins og stroffið, að fara eina slétta umferð áður við förum í snúningin eða slétt og brugðið eða hvernig sem þið viljið prjóna stroff. Þið ráðið því að sjálfsögðu bara eins og öllu öðru. Þannig tek ég það eina umferð slétt með nýja litnum áður en ég fer í slétt og brugðið. Þá er ein umferð komin með nýja litnum og þá prjóna við stroff. Hér er búin að prjóna nokkrar umferðir stroffi, þið ráðið náttúrulega bara alveg hversu margar. Þið gerið fínt stundum samt að skrifa hjá sér að telja vel svo það sé eins á báðum sokkunum. Þegar ég er að fella af
sokkum eins og þessum þá ger ég bara hefðbundna affellingu en ég ger hana öfugt. Þar að ég byrja í rauninni á síðustu lykkjunni aftar í prjónunum og felli þannig af. Bara prjóna eina og steypa annari yfir. En prjóna þær slett og brugna eins og þær koma á prjónunum. Þetta gerir mjög teygjanlega affellingu en á sama tíma lítur þetta pínu út eins og ítölsk affelling. Út af því að þetta er gert í rauninni á röngunni. Sjá ég reyna að sína það hérna. Það sést kannski ekki sérstaklega vel með svona dökka lit. En ég mæli með að prófa. Ég ger þetta oft svona. Þannig að þarna er hann tilbúinn snúningurinn eða stroffið. Og þá er hægt að byrja á næsta hluta sokksins. Það er fínt að hafa þetta vel vítt. Nú er það rauninni að finna miðjuna á þessum sokk. Til þess að, þessum snák auðvitað, ætlaði ég að segja. Því að þessi helmingur þarf náttúrulega að fara í annan helming því þetta verða 2 sokkar. Þá gerum við það í rauninni alveg eins og þegar við tókum stóra snákinn í sundur þegar við ætlum að taka helminginn í sundur til þess að fá 2 sokka úr þessum helming. Finnum umferðina fyrir neðan miðjuna í þetta skipti og tökum upp. Alltaf eins. Alltaf bara í sama legginn í rauninni á lykkjunum. Þá er helmingurinn komið í tvennt. Ég vona að þetta sé skiljanlegt. Og við komum með 2 prjóna í. Annar er komið með stroff, sá sem við gerum fyrst. Þarna er stroffið. Og svo verður táin þarna. Þannig að það sem að prjónin er komin í þarna, þá er langt best að byrja á tánni. Ég stytti þarna aðeins bottan. Engin ástæða til að hafa hann og langan. Og ætlum að prjóna svona tá. Táin er bara mjög einföld en ég byrja aftur alltaf bara með nokkrum umferðum slétt. Mér finnst fínt að taka það kannski 3 umferðir slétt og ég merki hérna þeim megin sem ég byrja umferðina. Það er bara einfaldara heldur en að vera með spottan. Þannig þarna er bara lykkjurnar prjónaðar, þær liggja allar rétt út af því það er búið að taka þær allar upp rétt og þá er bara prjóna slétt í 3 hringi áður en við förum að taka úr fyrir tánni. Hér eru komnar 3 umferðir sléttar þar sem ekkert er tekið úr og þá byrjum við á fyrstu úrtöku umferðinni. Ég prjóna eina slétt, slipp, slipp og nitt eða taka 2 eins og ég prjóna þær og prjóna í gegnum þær báðar. Svo prjóna ég þá til 3 lykkjur eru eftir að prjónunum. Þannig að úrtakan sé eins ykkur megin. Þá prjóna ég 3. og aðra síðustu lykkjuna umferðinni 2 sléttar saman. Þannig 3. Þannig ég tek 2 af þessum sléttar og svo er síðasta lykkjan slétt. Svo ger ég alveg eins hinum megin. Hér er þá komin fyrsta úrtökuumferðin. Hún er gert í annarri hverju umferð. Næsta umferð er svo slétt. Svo er gerð alveg eins úrtökuumferð. Þá verður táin eins og þessi hér. Og við prjónum áfram. Aðra hverju umferð slétta. Þarna er hún svo tilbúin. Þarna á ég x margar lykkjur eftir, það er svolítið bara ykkar mat, hversu margar þið viljið. Þarna klippi ég svo á spottan
og ég nota Kitchener Stitch eða liggja saman tánna. Það er langbesta aðferðin til þess að klára þetta þarna. Tek ég fyrsta og prjónaðan og geri liggja saman á hefðbundinn hátt. Það er til fullt af vídeóum og leiðbeiningum um það. En ég get gert það í öðru vídeó ef áhugi er fyrir því. Núna þegar síðustu lykkjurnar eru eftir, þá nýt ég tækifæri náttúrulega og dreif í gegn og set höndin inni og geng frá endanum. Svona fyrst ég nú með nálina á og allt. Sting bara niður, nokkur spor og sný svo rönguna og geng frá endanum á eftir. Þarna erum við komin með stroff og tá á öðrum sokknum, úr helmingnum af sokkastáknum. Þá er það að hefjast handa og finna út hvar við ætlum að hafa hælinn. Það fyrir þetta eftir í hversu stóran vilja hafa sokkinn. Það er fínt að fletta upp sentimetrafjölda á hverju skóstar fyrir sig á netinu. Það er bara hægt að googla það. Þá vitið hversu marga sentimetra. Hællinn er svona cirka 3 sentimetrar en ég sýni það betur á eftir. Þarna erum við búin að finna það sem hællinn á að vera. Þá gerum við nákvæmlega eins og við gerðum áðan þegar vorum að taka í sundur. Við tökum upp lykkjur, förum alltaf undir annan legginn, en við gerum þetta sjálfsögðu bara öðru megin á sokkasnáknum. En ég teku upp alla lykkjurnar eins og í þessum eru 64 lykkjur, tekum 64, dreif prjónin í gegn, skil eina umferð á milli, ein þarna sem ég teka ekki og ég tek næstu hægra megin í og fer aftur yfir. Teku upp alltaf eins, þá liggja lykkjurnar rétt á prjónunum þegar við förum að prjóna þær á eftir, þurfum ekki að snúa þeim. Og þá erum við komið með þar sem við ætlum að setja hælinn. Þetta er náttúrulega bara öðru megin, hællinn er náttúrulega ekki gegnum sokkinn, hann er bara öðru megin. Þannig að þetta er það sem heitir á ensku afterthought heel. Það er að gera hælinn eftir á. Gerum bara eins og áðan, finnum miðjuna, ég sný alltaf aðeins upp á og set bandið í gatið á nálinni svo ég sé ekki örugglega bara að klippa þennan eina spotta sem ég á að klippa. Síðan tek ég tilbaka, pikka upp hver einstu lykkju og rek upp út af enda. Bara þannig að það dragist nú ekkert til og allt verður nú bara fallegt. Það er gott að taka bara eina lykkju í einu í þessu ferli. Ég tek síðan bara pikka út á endana. Þannig að eins og sjá hér eru endarnir á endunum, skilji. Sé hvor endin, komið gat í sokkinn og pláss fyrir hæl. Og þá er komið tími til að prjóna hæl. Hællinn er prjónaður nákvæmlega eins og táin, nákvæmlega eins og er svipað stór. Eða hann er bara náttúrulega alveg jafn stór eins og þið viljið hafa hann. Þannig að í rauninni lengist sokkurinn um þetta. Það er það sem ég reyna að sýna þarna. En ég geri alveg eins og ég geri þegar ég prjóna tánna. Það er að ég prjóna 3 umferðir. Ef þið viljið hafa sokkinn dýpri og svolítið svona meira rými fyrir hælinn og gera sokkinn, dýpri, þá gerið þið fleiri sléttar umferðir áður en þið fara að taka úr. Mér finnst 3 bara mjög fín, en ef ég var til að gera mjög stóra sokka úr þessu, þá myndi ég gera kannski 5-6 og fara svo að taka úr. Þarna er ég bara að prjóna hring eftir hring og þarna er ég á endanum. Þetta er kannski pínum og það er svolítið svona að fara varlega. Já, þarna er eitt spottinn, treð honum onni og hinnum líka. Og þarna myndast það sjálfsögðu gat á hliðinni þegar ég byrja að prjóna, en ég passa að gera þetta svolítið fast. Ég tók að bandið svolítið fast, en það sem myndast á hliðunum sauma ég svo þegar ég geng frá endanum sem ég var að rekja upp. Þannig að það verða engin göt.
þarna við hælinn. Stundum svona eins og eitthvað hafi dottið niður, þá bara að laga það og prjóna áfram. Og svona passa, það getur verið smá snúningur á þessum lykkjum sem eru á endanum. Þannig ég svolítið að sjá hvað lykkja, já, þarna var eitthvað aukaband. Þannig það líka alltaf hægt að telja hversu margar lykkjur eru búin að taka upp og telja hvað er búin að prjóna margar. Þannig setja ég prjónamerki á endan. Það er bara svona fljótar að sjá hvar byrjunin er. Setja bara eitthvað staðar og held svo áfram að prjóna hælinn. Þarna er ég bara að sýna úrtökuna alveg eins og ég gerði áðan. Ég prjóna eina lykkju, 2 saman með því að gera slipp nitt aðferðina. Taka 2 eins og þessi að vera prjónaður og prjóna aftan í 2 lykkjur. Prjóna svo þangað 3 lykkjur eru eftir á prjóninum. Prjóna númer 2 og 3 síðustu, 2 sléttar saman og svo síðasta lykkjan er slétt. Alveg eins og ég gera á tonni. Þarna eru komnar þessar 3 sléttu umferðir. Það er fínt, vildi sýna ykkur aðeins hvernig þetta kemur út. Þarna verður svo hællinn eins og táin. Það er bara gat þarna öðrum megin. Þannig að þetta er bara alveg að fara að vera sokkur. Hér er svo hællinn tilbúinn, tekið úr í annarri hverju umferð eftir 3 umferðir slétt. Endað á úrtöku umferð, klippa spottan og lykkja saman. Þá er bara að ganga frá endanum og snúa sóknum við og þarna eru allir endarnir sem þarf að ganga frá. Það er nú bara mjög fljótlegt verkefni. Fínt að nýta tækifærið og loka fyrir öll göt sem hafa myndast með því að bæða toga svolítið fast í spottan áður fyrir að ganga af og svo mæli ég alltaf með að ganga vel frá endum á einhverju sem á eftir að vera að nota svona mikið eins og sokkarnir verða, sko. Þarna sýni ykkur hvernig er hægt að vita hversu stór sokkurinn er og hérna í skýringu að neðan við vídeóið má sjá töflu sentimetra tengdum við skóstærðir. Þetta fer líka eftir hversu víður sokkurinn er, hversu stór sílendirinn á sokkaprjónavélinni er, hvort það séu 64 lykkjur eða færri eða fleiri og ef þið prjóni sokkast nákvæða stjórnum því. Ég gerir til dæmis yfirleitt mína sokka á mig, ég er með frekar litla fætur 37, nota 60 lykkjur og náttúrulega færri sentimetra fyrir fótinn.
En þetta er eitthvað sem lærist mjög að vita svona hvað stærð fólk þarf og þarna er einn sokkur orðinn tilbúinn og annar eftir en þetta er auðvitað fyrra parið af seinna sem hægt er að gera úr heilum 100 gramma sokkasnáki frá Vatnsnes Jarn. Ég gerði að ganni misdjúpa hæla á þessa sokka. Ég langaði svolítið að sýna hvernig er hægt að aðlaga hælinn í rauninni þó hann sé svona eftir á ísettur eða aftur þó til og þá sjáu þið hvað annar er mun dýpri og verður meira pláss í rauninni yfir ristina. Þarna er svo restin af sokkasnáknum og nóg til í annað par af sokkum. Ég vona að þetta myndband hafi bæði kannski útskýrt og leiðbeint hvernig hægt að gera svona fína snákasokka. Það er alltaf hægt að spyrja mig spurninga hérna í kommentum eða inn á Instagraminu mínu Prjónea. Sokkalífið er sko skemmtilegt og það er alveg hægt að leika sér með alls konar liti og hægt að breyta prjónlesi í eitthvað annað og stækka og minnka, það er alltaf hægt að prjóna nýtt og taka upp og alls konar hægt að gera. Þannig að ég mæli með að þið prófið að gera sokka og ég sé ykkur bara vonandi aftur með annað vídeó.